Sjá ykkur. Velkomin að samkomu United Reykjavík. Vá, hvað er bjart. Við langar að bjóða okkur rísa fætur og við ætlum að byrja á smá rocki og svo ætlum við að halda áfram inn í lókjöruna. You got flames in your eyes. You got wonder working power pouring out of your side. Check the tomb all the way through, the grave was empty inside. Ain't no other proof the greatest miracles of all time. You got power, demons cower when they hear your name call. You got power, that's the towers make Goliath look small. You got power to devour any counterfeit war. Even your tongue is a sword, kind of destroy. You are the Lord. Swallowed up in defeat. Can't count them. How many raging seas open in front of me? How many victories? Can't count them. How many prophecies no one would dare believe? Now it's reality. Can't count them. How many broken men given a second chance? See all the lifted hands. Can't count them. How many times it says broken your promises standing out here coming? Can't count them. How many hospitals said it's impossible? How many miracles? Can't count them. How many paralyzed living a different life? No one to testify. Can't count them. How many sinners said? How many bodies said? How many empty graves? Can't count them. Halleluja. Velkomin á United samkomin, gaman að sjá okkur hér í kvöld. Það með að yndislegt kvöld í kvöld. Endurreisnar kvöld. Ekki sammála því? Sé ykkur ekki, það svo sem ágætt. En hérna, ef ekki að rísa á fætur. Ef ekki að rísa á fætur og biðja saman. Það eru þó nokkuð bænarefni sem hafa borist inn hérna til okkar. Ungur drengur sem bjó hjá okkur á setrinu og búinn að vera að berjast mjög ungur. Guð megi snerta á honum. Hann þekkir Guð og við fengið að kynnast honum og við trúum því gegnum bænina að þá muni Guð snerta við þessum ungum drengjum. Það eitt strákur líka sem býr hjá okkur sem verið í erfiðleikum og það er oft þannig með mikið unga fólkinu okkar í dag að þá er þetta rosalegir einstæðingar og eiga kannski ekki marga að og það er þess
meira áríðandi að við séum vakandi og við séum biðja fyrir þessum einstaklingum, skipa okkur í skarði fyrir þá, að þeim megi fá leiðina tilbaka að nýju. Eins og við vitum þá hendum við engum út af setrinu, við gefum fólki alltaf séns á að koma tilbaka ef það sýnir það að vill vera edrú og taka þátt í það sem við erum að gera. Og við trúum því að það þessna sem árangurinn góður, að því fólk gefinn séns. Að því að ef maður yfirgefa þessa einstaklinga, sérstaklega þá sem eru miklu einstæðingar, að hverju eru þá eftir? Þá engin annar eftir. Þannig að við þurfum að vera til staðar og við þurfum að beygja okkur niður til fólk sem að berjast. Svo náttúrulega þessi hrikalegu atburðir sem að gerast í þessu landi og maður bara alveg orðlaus og maður getur ekki sagt neitt, það ekki hægt að segja neitt. Það liggur við maður bara, þú veist, þarf að gráta fram fyrir Guði. Hvað í gangi hjá þessari þjóð og í þessu landi? Og við skulum biðja fyrir fjölskyldum beggja sem að þessu málu koma. Og síðan maður sem að bíða eftir að komast inn í meðferð mjög áríðandi að það gerist sem fyrst og við trúum því að Guð vilji grípir. Hann þekkir Guð og það svo magnað með flesta þess sem við erum að biðja fyrir. Þetta fólk sem þekkir Guð, við fengið að kynnast honum, fólk sem hefur eignast lifandi trú á Jesú Krist. Hann iðrast þess ekki neitt, hann tekur á móti, hann alltaf opinn. Við höldum að hann sé farin frá okkur, hann fer aldrei frá okkur, aldrei nokkuð tíman. Það við sem að lokum á leiðina. Og við skulum vera duglega að biðja og við fundum svo á bænastundinni að það var svo mikið sorg inn á bænastundinni. Þó við, þú veist, við vitum, höfum vald og kraft til þess að reka þetta myrkur í burtu. Við þurfum bara að standa, krakkar. Við getum ekki verið bara trúið einu sinni í viku í einhverja klukkutíma. Við þurfum að vera það 7 daga vikunar. Alltaf til staðar, alltaf tilbúin að hjálpa til. Og hvað mér sem forseti Íslands, nýji forsetinn okkar, sagði það sem aðeins við þjóðfélagi að það vantar kærleika. Það vantar kærleika Guðs inn í kringumstæður fólks og við þurfum að standa upp núna og láta vita hver við erum. Það bara hingað og ekki lengra, þetta komið nóg. Drottinn mér bara, við þökkum þér fyrir náðin og miskunn Drottinn. Ég biðja líka miskunn yfir þjóðin okkar Drottinn minn. Við leggjum þessa einstaklinga sem við verðum að biðja fyrir Drottinn í þínar hendur. Og ég biðja fyrir Drottinn að þú megi leiða þá áfram Drottinn. Ég biðja Drottinn að opna dyr sem þarf að opna Drottinn að þeir komast til að fá hjálpina Drottinn minn. Ég biðja Drottinn fyrir þessu hrikalegu atburði sem hafa verið að gera svona síðustu vikur og mánuði og það sem gerðist í gær Drottinn eða í dag. Og ég biðja bara Drottinn að þú megi snerta við einstaklingunum, ég hef snerta við fjölskyldunum beggja vegna Drottinn. Og ég biðja bara Faðir, miskunn að okkur Drottinn minn. Og ég biðja Faðir minn að þeir sem að berjast í sorginni Drottinn megi bara fá að hvíla í skuggavængja þinna Drottinn. Þú ert yndislegu Faðir, þú ert svo góður og yndislegu, þú ert alltaf tilbúin að grípa okkur hvar sem við erum, þú ert alltaf tilbúin að umvefja okkur og elska okkur meir og meir og meir og meir og meir. Og við þökkum þér Drottinn fyrir þú ert alltaf til staðar fyrir okkur Drottinn. Við leggjum þessi bænarefni, settum bænaneyð í hjarta okkur Drottinn. Þetta megi vera andardráttur trúar okkar Drottinn, bænin til þín, leita þín, sína Drottinn, koma fram með bæn, beðin og þakkagjörð. Og Drottinn, og finna þinn frið, Drottinn, sem æðri öllum skilningi okkar, Drottinn minn, í Jesú heilaga nafni. Í Jesú nafni. Amen, amen. Mér langar að segja bara nokkur orð hérna, þetta yndislega fólk hérna sem alltaf að spila hérna. Og við erum búin að vera með þetta starf síðan 2011. Og vitið það hérna, ég megi taka til föturnar, sem á þjóna til okkar. Þetta meira en að segja, það koma hérna, flestir eru að koma hérna hverjum einasta mánuði. Og þau eru náttúrulega alveg frábær, ekki sammála því? Þau eru svo frábær að hérna, þau eru að fara erlendis að spila á ráðstefnu erlendis og voru beðin að koma þangað eftir að búa að hlusta á þau. Og það sýnir bara hvað þau eru mögnuð. Og mér langar að segja eitt hlut, það kom hérna mjög þekktur predikari sem var hérna hjá okkur og talaði hérna og heyrði lofgjörnina. Hann sagði við mig, það eru til kirkjur þar sem eru ofboðslega hæfileika ríkir tónlistamenn. En það sem kannski minna svona maður finnir fyrir heila og manda. Skilur við, minna sagðan. Og síðan hinn hópurinn, þú ert með fólk sem kann ekkert svo rosalega mikið, en það eru óbærslega heila og randi í gangi. En hann sagði þið hafi bæði. Þess hæfileika og anda Guði sín í lofgjörinni. Og það það sem gerir, Guð dvelur í lofgjör síns lífs. Og leður við að lofa hann, þá fer hann hérna salin og við getum séð þetta. Þegar hann snerti við hjörtum fólks. Þú finnur hvernig hjarta þetta mýkist, það svo gott. Þú finnur það eitthvað í gangi. Haltu því opnu, að því í kvöld fara þeirra boðskap, endurreisnar. Og það það sem við þurfum á að halda. Endurreisn, endurgera, endurfæða. Allt sem Guð gerir í lífi okkar.
Þannig við skulum taka samskott fyrir þau í ferðasjóðum þeirra og tökum nú vel á, elsku vinir. Pósinn hérna aftast fyrir það sem vilja og svo körfurnar ganga í ferðasjóðum þeirra og takk yndislega, við heiður ykkur fyrir það sem þið eru að gera hér okkur einasta mánuði, þið eru yndislega. Amen. Takk fyrir. Við værum ekki hér að það væri ekki fyrir Guð. Ekkert á okkar ætti líf í dag að það væri ekki fyrir Guð. Og Finnbjörn sagði á bænastund sem við vorum með í síðustu viku, í bæninu sinni þá sagði hann, það svo gott að lifa þegar maður lifir með Guði. Amen. Og þessi setning þegar hann sagði þetta, ég skrifa hana niður. Því ég bara, já, þetta svo rétt. Það svo gott að lifa. Og hann veit það. Ég fengi að heyra vitnisburðinn hans. Hann veit að það gott að lifa þegar maður lifir með Guði. Og þegar maður lofar Guð. Þannig að mér langar, við erum öll svolítið þung, finn ég. Eftir síðustu vikur og daga í samfélaginu okkar, enda bara skelfilegir hlutir að gerast. En það bara einn sem maður getur snúið sig við. Það bara eitt nafn sem getur komið inn í sérhverjar aðstæður og snúið hlutunum við og það nafni Jesús. Þannig að mér langar að í kvöld að við förum saman í einingu, inn í lofgjörð. Að við stöndum fyrir fólki fyrir manneskjum sem situr við hliðina á okkur. Að við stöndum fyrir þetta fólk sem að syrgja. Fyrir þessa einstaklingar sem gera þessi voðaverk. Að við stöndum í trú fyrir að líf í fullrignaðir. Ekki bara líf einhvern veginn. Heldur Guð, hann lofar okkur líf og líf í fullrignaðir. Og það er það sem við sem að fylgjum Guði fáum. Þannig að við trúum því að honum engin hlutur megn. Þannig að mér langar að við rísum á fætur. Heilagi Far, ég þakka þér fyrir nærveru þína sem að leysir okkur drottin, sem að læknar okkur drottin. Faðir minn og Guð, ég þakka þér fyrir að það er gott að lifa með þér. Það er gott að lifa lífinu þegar maður gerir það með þér, drottin. Og heilagi Far, við biðjum að koma inn í hennar sal og fylla hjörtun okkar af von, drottin. Að fylla hjörtun okkar af bara hungri eftir meira og meira af þér, drottin minn, Faðir. Heilagi Far, ég bið bara, drottin minn, að þú snúir sem aðstæðan sem er í gangi í þjóðfélaginu okkar við, drottin. Við ákvöldum nafn þitt yfir landið okkar, yfir þjóðin okkar, drottin. Yfir unga fólki okkar, yfir börnin okkar, drottin. Við ákvöldum nafnið þitt, nafnið sem er öllum öðrum nöfnum æðra. Nafnið Jesús sem að brautir lækni. Nafnið Jesús sem að leysir fólk. Nafnið Jesús sem reisir fólk við, drottin. Ég þakka þér, drottin, að þér er engin hlutur megn. Og við lofum nafnið þitt í kvöld. Takk, Jesús. Takk, drottin og Guð.
sér hver að gáta, spurningar ber ég, öruggar þér hjá, svo þér ávallt treysti ég trúi þér, þú alfa og omega þú stendur við loforð þín, þú ert hér, máttur ertu, trúi þér, leiðin greið vegna þín, ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín, ávallt trúfastur ert þú. Jesús hér hjá mér, heldur mér stöðu, sér hvert orð frá þér, loforð þitt til mér, stöðugur klettur, ekkert fær hrifa. Minn Guð, þú aldrei breytst, aldrei myndu breytast mér, ég trúi þér, þú alfa og omega, þú stendur við loforð þín, þú ert Á krossinum þar blóð þitt rann og fyrir sár þín heillegir, sér hvert loforð uppfyllt er, trúi því, ég trúi því, að sigurinn hann unninn er og sami kraftur býr í mér, ég eignast líf í þér á ný, trúi þér, lið heljar færi sigurinn, því kirkja Krists hún lifir enn, ég lifi til að segja syngja fæ með himninum og krjúpa frammi fyrir þér. Syng helgur, helgur, helgur
Ég trúi því, ég trúi því. Þú alfa og omega ert. Þú stendur við loforð þín. Þú ert hér. Máttugur ertu, trúi því. Leiðin greið vegna þín. Ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín. Ávallt trúfastur ertu. Á krossinum þar blóð þitt rann og fyrir sár þín heil ég er. Sérhvert loforð uppfyllt er, trúi því, ég trúi því að sigurinn hann unninn er og sami kraftur býr í mér. Ég eignast líf í þér á ný, trúi því. Hlið heljar færey sigurinn, því kirkja Krists hún lifir enn. Ég lifi til að segja frá, trúi því. Brátt þú kemur skýjum ofan frá, þú kemur til að sækja frá. Þangað til trú mín er, trúi því. Ég trúi því. Þú alfa og omega ert. Þú stendur við loforð þín. Þú ert Lyft upp höndunum. Við ætlum bara að garga til Guðs núna. Ég er þakklátt, ég er þakkláttur. Hvað annað er hægt að lifa með Guði? All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you'll never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else
Set for a heart synger hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. Látt þið heyra í ykkur. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, Ætlaðu að koma með okkur. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Við bara gargað upp núna alla leið. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. Sing it, man. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Talið við ykkur núna. Takk fyrir yndislega lífið sem þú átt að gefa út yfir þetta.
Drottinn minn og Guð. Takk Drottinn fyrir nærveru þína. Takk Drottinn fyrir nærveru þína sem er hér. Frelsar á ég og vinur eilíf, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf er Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri, Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Ekkert annað í þessu heimi sem fangar mína sál. Því lausnargjaldið varir eilíft. Nú frelsarinn mig á. Eina sem ég þarf er Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri, Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs Ég frelsi fyrir náð þína. Eina sem ég þarf er Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri, Jesús.
frelsi fyrir náð þína. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggan, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggan, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggan, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, Jesús. Já, nafnið þitt, Jesús. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, Jesús. Já, nafnið þitt, Jesús. Mér langar að við tökum þetta moment núna og við syngjum þetta saman yfir landið okkar inn í myrkri sem er þjóðfélaginn okkar. Að nú tökum okkar stöðu og við segjum hingað og ekki lengra, hingað og ekki lengra. Það þurfi ekki að vera fleiri fórnarkostnaðir þangað til að fólk vakni. Nú segjum við hingað og ekki lengra. Það er nafnið Jesús sem þarf að segja. Við þurfum að segja nafnið Jesús inn í alla kringumstæður, inn í myrkri, inn í dauðan, inn í bara allt sem er í gangi. Þá er það nafnið Jesús. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já,
stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, Jesús. Já, nafnið þitt, Jesús. Halleluja. Tegjum hendurnar upp í híminin. Nafnið þitt, Jesús, sem öllum nöfnum æðra. Það nafnið þitt, Jesús, sem við þráum að lofa. Tegjum hendurnar upp í híminin. Jesús, við viljum lofa þig með öllu sem við eigum. Heilagi Faðir, drottinn minn og Guð, þú sem leysti mig úr myrkrinu, sem fórst inn í yður heljar til að sækja okkur, drottinn Jesús. Þú sem gafst lífið þitt á krossinum til þess að við getum staðið hér í dag og lyft þér upp og sagt saman, syngjum þetta saman einu sinni enn. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, Jesús. Já, nafnið þitt, Jesús. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, Jesús. Já, nafnið þitt, Jesús. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, Jesús. Já, nafnið þitt, Jesús. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, Jesús. Já, nafnið þitt, Jesús. Halleluja, þvílík náð að fá að lofa Jesú Krist. Þvílík náð að fá að þakka honum fyrir á þessum tímum sem við lifum á. Og ég var að hugsa það ég er búinn að vera að hugsa í svona 2 vikur og ég er búinn að vera í angist yfir öllu sem í gangi í samfélaginu okkar. Og það brýtur hjarta mitt að sjá hvar við erum stödd sem samfélag. Já, Jesús, hann magnaður. Eitt sem segir amen því, já, Jesús magnaður. Þetta nafn sem við erum að syngja sem frelsar okkur, sem leysir okkur. Ég var að hugsa hvað búið að fara úrskeiðis. Ég var að skoða PISA rannsókn sem var gerð á OPEC-ríkjunum öllum og 40% af þeim sem útskrifaðust úr grunnskóla á Íslandi kunni ekki að lesa sér til gagns. Þeir eru með undir grunnhæfni í lestri. Vel gert. Börnin okkar kunni ekki að lesa. Hvað finnst ykkur um það? Er það ekki eina sem maður á að læra í skóla að lesa? Allan að byrjunin. Það er grunnurinn að ég geta lært eitthvað annað, ekki satt? Samkennd íslenskra unglingar einhvers staðar í 3. síðasta sæti. Og samvinna. Kvíði unglingsstelpna á Íslandi, ég held að 23% af unglingsstelpum segjast líða vel. Hvað finnst ykkur um það?
Það þýðir það að út með 100 stelpur þá eru 77 sem líður ekki vel. Ungir krakkar gangum vopnaðir. Ungir krakkar að deyja af völdum fíkniefna. Heilbrigðiskerfið okkar hrunið og geðheilbrigðiskerfið. Börn og fullorðnir fá ekki geðlækna. Fólk fremur hræðilega glæpi væga sagt vegna þess að við getum ekki og höfum ekki pláss til þess að hafa þau á geðdeild. Og svo það allir hinir sem bara svipta sér lífi með þeirra að bíða eftir að fá að komast inn. 60.000 heimili ná ekki endum saman. Allt gengur svo vel, segja ráðamenn þjóðarinnar og þeir ná öllu sínum markmiðum. Þeir settu Alþingi. Og það sem þeim datt í hug þegar 16 ára barn stakk eitthvað til bana var að vopnavæða lögregluna. Það er svarið. Við erum að láta lögguna fá vopn og það hættir í dag. Hvar erum við eiginlega stödd? Hvar gleymdum við okkur eiginlega? Þú veist, hvenær var það sem við bönnuðum Gídeonmönnum að fara með Biblíun inn í skólana? Hvenær var það þegar við sögum, já, kristinfræði, þetta ekki eitthvað sem við viljum? Frá því að það var bannað, þá lestrarhæfni bara í skólanum búin að fara niður síðan 2000 og hvað, ég man ekki hvað það var 8 eitthvað. Foreldrar í landinu, þeir þurfa báðir að vinna allan á endum saman. Af hverju engin samkennd? Því það engin fjölskyldutími og það engin kristinfræði í skólanum lengur. Ég var að hugsa, ég stóð með vini mínu þegar að sonur hans var að síga honum í jörðina. Og ég stóð þarna og ég mundi þegar að litla systir mín segi honum í jörðina og við stóðum öll systkinin þarna og fjölskyldan svona í kringum gröfina og lítið vissum við áföllin sem ætti eftir að ríða eftir það. Systir mín misti börnin sín, bróður minn misti börnin sín, fór allt í steik, maður. Báðar systir mín eru látnar í dag, báðar bræður mín hafa dáið af völdum fíkniefna en verið lífgæði við. Lítið vissum við þegar við sáum kistuna fara þarna niður sársaukann. En ég stend hérna ennþá. Ég stend hérna ennþá, ég ennþá að predika hann sama Krist. Þannig að Krist sem gaf mér nýtt líf. Og það sama hvað hristir og við það fagnaðar erindið maður. Fagnaðar erindið Jesú Krist nefnilega. Þetta er fagnaðar erindi, ekki bara fyrir mig syndana sem sný mig við. Þetta er líka fyrir hérna heilu þegar kveikir í hjart okkar. Það fæðir fram von innra með okkur. Og það er svo mikilvægt, elsku systkini, ég ætla bara að lesa hérna tölur fyrir ykkur. Árið 2021, 1 morð. Árið 2022, 3 morð. Árið 2023, 5 morð. Árið 2024, 7 morð og 3 af þeim börn. Það er komin tími til þess að fara að skína. Skína Jesú. Það er komin tími til þess að fara að predika kærleikann hans. Það er komið tími til að segja, herðu vinur, við viljum fá kristinfræðin aftur inn í skólana. Það er komið tími til að segja við þá sem eru ráðamenn þessara þjóðar og borgarinn að segja bara, getur verið að þið séuð á villigötum. Getur verið að þessi hugmynd ykkar, sem var kannski góð hugmynd, inn í ykkar hjarta á þeim tíma, sé að skaða okkur svona mikið. Getur verið að við kristna þjóðin þurfum að ná í Jesú. Getur verið að við kristna þjóðin þurfum að fara að byggja aftur upp á gildunum. Vitið hvað? Þú veist, vitið hvernig við leysum þetta? Með gullnu reglur í. Að koma fram við aðra
en svo vilt það sé komið fram við þig. Og ég var að tala mann sem ólst upp í svipaðar aðstæður og ég, en hann leiddist ekki út í rugli eins og ég. Veistu hvað hann sagði mig? Það var hann þú veist, amma og afi, þau sýndu mér alltaf líu, sko. Svo var hann fótboltaþjálfarinn. Hann hafði svo mikla trú á mér. Systkini, við þurfum að koma utan samfélagið svona. Við þurfum að sjá þessi börn sem utan gátta og hafa trú á þeim. Af því að, veit þið, ég búinn að taka viðtölu svo mikið á fólki og það ekkert alltaf allir sem að alast upp eins og ég og mörg okkar hérna inni sem leiðast út í rugl. Þeir sem leiðast ekki út í rugl, og ég segi ykkur hvað samnefnari með þeim. Það einhver, þú veist, kennari, þú veist, eða einhver þjálfari sem svona tókuð svolítið að sér og fór að hafa trú á þeim og segja bara, nei, þú getur þetta. Og þetta fólk urðu afburðar, íþróttamenn eða atvinnumenn og afburðar námsmenn. Það var einhver sem teygði sig til þeirra. Systkini, ég veit að búa, þú veist, úprópa kirkjuna alls konar, skilji. En, þú veist, Kristur ekki fólkið í henni. Kristur eitthvað svo miklu starri en það. Og það komin tími til, elsku systkini, að við förum að teygja okkur til þeirra sem minna mega sín. Að við förum að sjá, kannski, þú veist, ef við erum að starfa í kringum börn, að við förum að sjá þessi börn sem utan gátta og hafa trú á þeim, teygja okkur til þeirra. Að því ef við komum utan með að vanda eins og samfélag á þennan hátt, þá getum við breytt öllu. Halleluja, þetta var mjög góð stað að segja amen. Það stendur í Galatabréfinu 6:1-2, bræður, ef einhver misgjör kann að henda mann, þá leiðrétti þér sem andlegir eru þann mann með hógværð og hafi gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Íslenskan maður, þeir settu leiðrétta, en rétta orðið endurreisa. Við viljum alltaf vera leiðrétta fólk. Ég veit betur en þú hérna. Ég nú búin að lesa hérna mikið meira en þú í Biblíunni og ég er búin að vera í kirkjunni svo lengi. Og ég ætla að segja þér hérna, ég veit. Þegiðu. Í alvöru. Þú veist ekki neitt. Biblían segir þú segir nakinn, blindur og heimskur. Ef þú heldur þú vitir eitthvað. Nei, leiðrétti ekki orðið heldur endurreisið. Þú vitið þetta gríska orð endurreisa í svona sögn að það verið að gera það aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Þá ætla aðilinn að fara að standa í fætina sjálfur. Sjáu þið, systkini. Og vitið þeir sem andlegir eru. Og hver eru andlegir? Ég er búinn að lesa Biblíuna. Þú ert ekki andlegur á því að lesa Biblíuna, skal ég segja þér. Þú getur verið uppfullur af dauðra manns beinum á að lesa Biblíuna ef þú verið dómherra á að lesa hann til dæmis. Af því að þú þarft að hafa orðið sem Biblían og svo þarft að hafa andan. Ef þú bara með andan þá ferðu bara að hringi ykkur rugli og ef þú bara með orðið þá verður bara líka alveg rugglaðar að dómurku. Og við þurfum að finna jafnvægi þarna á milli og við sem andleg erum. Og hvað þýðir að vera andlegur? Það ekki að biðja eitthvað rosa flott. Þetta ekki að vera andlegur. Það að flytja einhverjar háflega bænir heldur ekki að vera andlegur. Og ég segi ykkur hvað að vera andlegur. Það að hafa kærleika, gleði, friði, langlíti, gæsku, góðvild og trúmennsku. Það að vera andlegur. Það allt og mikið sem að við höfum gengið og haldið að við höfum að vera á okkur skýi fyrir ofan alla hina. Við tölum okkur og þau. Jesús kominn til að ávarpa það í kvöld. Það við segja, þú veist, Jesús eyddi svo miklu tíma í að ávarpa farisejana að þeir voru þarna. Við og þau. Hann sagði, nei, sjáu þið hérna. Þú veist, hver var fyrsta manneskjan sem að fekk að snerta á vakningunni í hans, var ekki kona? Sem stóð við brunninn. Kona á þessum tíma. Hvað þýddi það? Hvar voru konur á þessum stað? Hvar voru samveskar konur á þessum stað? Hann sagði, ég er komin til að eyða þessum ójöfnuði hérna. Ég er komin til að kalla ykkur öll hérna jöfn saman. Bara heiðingjana og öll ykkur saman. Undir sama. Komið, þeir eru grætt inn á tréð. Ég er að kalla ykkur inn í blessunna, börnin mín. Ég er að kalla ykkur því ég elska ykkur. Því ég er komin til að deyja í þinn stað.
berið hvers annars byrðar. Vá. Hvað er svarið, elsku systkini? Það sem að Jesús var alltaf að segja, ég veit ekki, þú veist, hafið þið lesið fjallræðina, sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Eða ekki? Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu huggaði verða. Sælir eru hóværir því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu saddir verða. Svo ætla að geyma miðjuna. Svo geyma miðju þessu. Ég ætla að lesa hin 4 niður. Sælir eru hjartarheinir því að þeir munu Guð sjá. Ég valdi með þetta að ég fermdist, það var svo stutt. Svo lítið vissi ég þá, maður. Svo lítið vissi ég þá að hjarta mitt ætti eftir að líta Guð. Það er aldrei aftur snúið. Skiljið, þú veist, það er aldrei aftur snúið fyrir mig. Halleluja. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaði verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætissakir því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér menn smána yður og ofsækja og ljúga yður öllu mín vegna. Ég las 8 vers og ef við sjáum í Biblíunni svona eitthvað sem er eins og ljóðaform og það eru upphaf og endir og endar eins og það byrjar, þá er það kallað kajastik eitthvað svoleiðis og þá er rabbíninn að fela boðskapinn í miðjun á ljóðinu. Og það segir boðskapinn sem hann faldi hana inn í fjallræðinni sem er hvernig við eigum að lifa. Sjá, just bara Mattheus 5, 6 og 7, það sem fjallræðin og það sem Jesús er að segja, það á að vera guðfræðin okkar. Ekki Páll, heldur kemur Páll ofan á það. Skilji, það á að vera guðfræðin okkar. Og hvað er þungamiðan í þessu öllu saman? Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Vá, sælir eru miskunnsamir. Ég var að hugsa þetta, þú veist, ég var að bíða eftir geggjari vakningu árið 2020 og svo kemur bara eitthvað COVID og þú veist, að loka allt maður og ég man að, vá, ég var ekki að skilja þetta. Svo kom einhver slaufuna menning og bara við Íslendingar fórum upp á afturlappirnar og fórum að taka fólk að lífi eins og í galdrabrennum í gamla daga. Án dóms og laga við siðmenntaða þjóðin. Hendum fólki bara fyrir bussin. Sátum heima hjá okkur og dæmdum þetta með hörkun í hjartan okkar. Og þessi er ömurlegur. Veitu, ég las þetta í dag hennan faðir. Veitu, að hjarta mitt fór líka til hans. Fór til þessa pappa sem var komið svo djúpt inn í myrkrið. Hann gerði örugglega það hræðilegasta sem einhver maður getur gert. Og hjarta mitt búið að vera svo brotið, auðvitað yfir allir í fjölskyldunum, öllu sem kom á máli. En myrkrið má ekki taka meira. Það braut hjarta mitt. En við erum búin að sitja í einhverju dómhörku og vitleysu og guðleysi allt of lengi sem þjóð. Og við stöndum í uppskerunni sem er hræðileg. Brjálaður. Ég er í alvörunni brjálaður. Ég er búin að sitja bara eitthvað og vera brjálaður. Þungur. Með angist í hjartanu yfir þjóðinni minni. Ég hef ekki fengið svona kall til Íslands mjög, mjög lengi. Sem að hjarta mitt er að brenna fyrir þjóðinni minni. Svo mikið að, þú veist, í trú er ég búin að leigja háskólabíó í janúar til þess að halda viðburð
til að vekja athygli á þessu og benda fólki í rétta átt. Að því ég ætla að gera mitt, ég ætla að leggja mig á vogarskálarnar gegn þessu myrkri sem bitlausar en allt sem bitlaust. Og vitið þið hvað? Þegar að fleiri eru heilshugar við Jesú Krist, þá mun þjóðinni farnast vel. En þegar fáir eru heilshugar við Jesú Krist, þá ríkir ekki blessun í þjóðin okkar. Þetta snýst að við gefum okkur að honum. Rómarbréfið 8:18-21. Ég lít svo á þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem mun opinberast. Því að sköpunin, og það öll sköpunin, það bara allt sem skapað í kringum okkur, þetta tré sem ég stend á hérna sem var saga niður og búið til sviður, öll sköpunin hrópar. Hún hrópar og vonar og þráir að við verðum gerð opinber sem Guðs börn. Vá. Það komið tími til að lækka í gagnrýnandanum, í skrattanum, í þessum sem að segja, þú getur ekki þetta, þú mátt ekki á þeirri, þú verður dæmdur, haltu kjafti, afsakja orðbragðið. Þegiðu og farðu í hornið þitt, því ég nenni ekki að hlusta á það lengur. Ég er búin að fá mig algjörlega fullsattan af þessu bulli. Ég læti ekki stela röddinni minni meira. Þú mátt ekki tjáðu út af þessu og hinu, ég tjáðu mig bara víst. Að ég ætla ekki að sitja einhvers staðar og vona að allt fari vel. Og ég veit að þegar ég byrja að tjá mig, að þá fer allt að hristast. Og sköpunin, hún að þrá, því að sköpunin var hneppt í ánauð hverfuleikans. Þú veist, allur heimur var hnepptur í ánauð. En það von og vilji Jesú Krist sem að dó þess vegna að við leysum sköpun og úr þeirri ánauð og undir hverfuleikan svo hún fái frelsið með okkur. Við eigum að gera eitthvað. Það eru við, það ekki einhver annar sem á að gera eitthvað. Það eru við. Það eru við sem eigum að biðja og ég var að hugsa allt þetta bænafólk sem farið heim til himnana. Skilji, hvað bænafólkið okkar? Og svo gott á bænastundin inn á hann. En Guðs ríkið að ná völdum aftur. Ég finn það í hjarta mínu. Ég finn það svo í hjarta mínu. Og Guð að banka á hjarta þitt í kvöld. Kannski ég veit ekki hvað ég á að segja þetta maður. Ég ætla bara að segja þetta. Kannski ertu fastur á hamstrahjólinu og ert alltaf aftur og aftur að lenda í sama skítnum að þú ert ekki að stíga inn í það sem Guð hefur fyrir þig. Kannski ertu bara fastur að því að þú hefur ekki öðlast hugrekki til að segja, hér ég, sendu mig. Kannski ætlar Jesú Kristur að gefa þér þetta hugrekki í kvöld og hann ætlar að kalla þig inn í hver þú ert og með fullri virðingu fyrir öllu þá ég bara að tala eina bæn sem gefur þér nýja sýn sem að læta þig taka ný skref í átt að því hver þú ert að þú segir já, hér ég, sendu mig. Þegar við segjum ég get ekki neitt, þá segir Kristur, farðu á stað þessum styrkleika þínum. Því að ég mun frelsa þig úr öllum raununum þínum. Og ég stend hérna í dag lifandi sönnun að það raunverulegt. Að því ég búin að reyna raunirnar lang flestar. Ég búin að fá kylfurnar í mig úr öllum áttum, steinana, grjótin, en ég stend hérna enn. Ég stend hérna enn og ég segi hann góður. Ég stend hérna enn og ég lofa frelsara minn. Ég kem ennþá fremst hérna þegar í lofgjörinni til þess að trufla mig ekkert þegar að lofa hann, þegar að setja allt mitt á hann til að þakka honum fyrir það sem hann hefur gert í mínu lífi þegar hann tók mig úr glötun og gröfinni og þegar hann reisti mig við.
af því hann elskar mig. Það sama og hann vill gera fyrir þig. Það eina sem þú þarft að gera að vera hugrakkur eða hugrökk. Og standa upp aftur. Sama hvað þú gerir. Því mann, ég svo oft búinn að ætla að gefast upp á leiðinni. Ég ekki nógu góður, ég ekki nógu mikið þetta. Farðu á stað í þessu styrkleika, Baldur. Farðu á stað í þessum anda, því ég með þér til að frelsa þig. Þú skalt ekki óttast þó þið dragið þig fyrir dómstóla. Þú skalt ekki óttast þó þið vilja ofsækja þig, því ég með þér, að því ég elska þig, að því ég ætla að endurreisa þig. Og þetta það sem að hljómar í hjarta mínu fyrir ykkur öll í kvöld. Og ég finn að orðið hans sem lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíegju sverði, að það að smjúga inn í öll liðamót og mergjur og stæmir hjarta okkar og hugrenningar og segir: ég elska þig, ég elska þig, ég elska þig. En ég ekki nógu mikið, ég elska þig. En ég ekki nógu mikið svona, ég elska þig. Barnið mitt, ekki gefast upp. Gefðu mér hjartað þitt. Komdu til mín í hugrekki. Því að þessi sigur verður ekki unnin í mannlegum mætti. Þessi sigur verður unnin í andlegum krafti hans. Með heilugum anda. Svo heilagur andi, við þökkum fyrir að þú ert hér í kvöld. Við þökkum fyrir Drottinn minn að þú hefur komið til þess að blessa okkur, til að kalla okkur. Að þú hefur komið til þess að vekja upp nýja von. Og ég finn hérna inni að fólk voru að berjast við kvíða og ótta svo lengi. Hér einhver inni líka sem búin að vera kvalinn yfir 8 ár eftir bílslys og ég trúði að Guð ætla að lækna þig í kvöld. Hérna inni líka fólk sem að berjast við svo mikinn kvíða og það var svo erfitt fyrir það að koma hérna í kvöld. Jesús ætlar að lækna þig í kvöld. Ekki fyrir neitt annað en andan hans, af því hann elskar þig. Ég var að hugsa hvað ég þakklátur. Hvað ég þakklátur fyrir Jesú og fólki mitt og konuna mína og börnin mín, og ég þakklátur fyrir líkama Krists á Íslandi og ég svo þakklátur fyrir ykkur sem hérna í kvöld. Því hvað var það sem rak þig hingað í kvöld? Hvaða hungur var það sem rak þig hérna í kvöld? Hver komið með nóg af þessu bulli? Þú ert hérna inn í kvöld og þú þekkir ekki Jesú Krist eins og ég þekki hann og margir aðrir hérna inni þekkja hann. Og þú svona meira hefur heyrt aðra kannski tala hann en þekkir hann ekki á hinn skinni. Það var þessi stund fyrir þig akkurat núna. Og ég heyri bara hjartað þitt berjast í brjóstinu á þér. Að þú verður bara að gefa honum allt. Þú finnur það bara einra með þér, þú verður að gefa honum allt. Þú getur ekki lengur verið hingað og þangað eða þú verður bara að gefa honum allt. Ef að þú vilt gefa Jesú Kristi allt, þá er tækifæri núna. Ég ætla ekki að gera þetta eins og vanlega að biðja þig fyrst að rétta upp hönd og svo að standa upp og svo að koma hérna fram. Vitið systkini að Guðsríki þarf á hugrökkum hermönum að halda. Þannig ef að þú vilt gefa Jesú Kristi allt, stattu á fætur núna og labba hérna fram. Og ekki hika við það. Því að hika er að sama og tapa. Gefðu honum allt. Ekki láta neitt stoppa þig. Af því að við verðum að vera hugrökk. Það eru fleiri sem þurfa að vera hérna frammi. Ég finn það í trúboðshjarta mitt að berjast með brjóstinu á mér.
Kristur vill fylla það af hugrekki í kvöld. Það svo getur staðið stöðug og stöðugur í fæturnar sama hvað. Ég að fara í ykkur 5 fangelsi í Belgíu í næstu helgi að predika. Og þetta sama og ég segi við þá. Það þýðir ekkert að lyfta upp bara einni hendi hérna og þú verður að vera hugrakkur. Annars myndi gefast upp. Halleluja. Við ætlum að biðja saman bæn. Þessi bæn bara upphafið. Hún upphafið á því að Guð að fara að fylla og heilagur andi að fara að gefa þér hugrekki sem aldrei fyrr. Og segjum bara elsku Jesús. Ég þrái þig allan. Gefðu mér hugrekki til að skína þínum kærleika alls þar sem ég kem. Að hjarta mitt verði svo uppfullt af kærleik að það flæði ást til allra sem ég hitti. En ekki einhver mannleg ást, heldur þín ást. Ég trúi því að þú sért sonur Guðs og ég iðrast minna synda og ég þakka þér fyrir að ég er nú þitt barn í Jesú nafni. Lútum höfði, setjum hendurna fram því að nú að heilagur andi í næsta leik og ég finn bara svo sterk hvað heilagur andi vill bara koma núna og fylli ykkur öll, gefa ykkur algjörlega eitthvað nýtt. Heilagur Faðir, heilagur andi, við gefum þér leyfi bara til að svífa á milli, halda áfram að vinna verkið. Ef þú lendir í þessu slysi eða þess sem ég talaði áðan, þú getur að koma að tala það eftir. Þú fá kannski smá lofgjörarspil og sem að biðja að fá fyrirbiðendur til að biðja fyrir ykkur. Ekki fara. Heldur leyfið anda Guðs núna að vinna. Því að hann vinnur verkið. Orðið opnar bara hjartað. Og kallar ykkur hérna fram.